Suðurland FM á föstudegi, það er 21. apríl í dag. Við ætlum að fá fréttir frá sveitarfélaginu Árborg og það er margt að frétta það, en það eru auðvitað voru í Árborg og fleira skemmtilegt sem er í gangi í dag og næstu daga. Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri, eða framkvæmdastýra. Já. Sama. Já. Verður velkomin. Takk fyrir. Og gleðilegt sumar. Sömuleiðis. Það var mikill barningur í gær milli veturs og sumar. Já, sumarið hefur yfir höndina svo. Já, að lokum. Við treystum því. Það gekk á með þeim mjæljum og svo kom glitti í sól. Já. Það fengi allir eitthvað. En það stoppaði engan á deginum í gær við hátíðarhöld og... Það var bara ágætist þáttaka í því sem var í boði í gær og hérna... Fólk veit það alveg að þetta er ekkert komið stuttbuxna veður sko. Nei, sjálfsögðu ekki. Við erum búin að læra þetta. Já. En það eru margir sem vilja hitta þann ágæta mann sem að ákvað það að sumardagurinn fyrsti væri akkurat á þessum degi. Já. Þetta er svona bara húmor í þessu. Já, að sjálfsögðu. En í gær hófst akkurat voru í Árborg. Já, í gær hófst dagskráin voru í Árborg og það var mjög mikið skemmtilegum viðburðum þar. Og verður áfram. Þetta er alveg núna prógram í dag og á laugardaginn og formleg afhending á menningar viðurkenningu sveitarfélags Árborgar fer fram í kvöld í Tryggvaskóla. Það er svona einn af stóru viðburðunum og það eru verið tónleikar Kristínu Stefáns og hennar fólks. Já, kvartettinn. Já. En formleg setning á hátíðinni var á stað á Eyrarbakka í gær. Já. Og þar voru veittar viðurkenningar eða svona samfélagsviðurkenningar eiginlega. Og það voru nokkrir heiðursmenn sem hefðu verið hér skólastjórar í skólunum í sveitarfélaginu. Já. Og sem mættu þar og tóku við viðurkenningu og mjög skemmtilegt. Síðan var mjög skemmtilegt glæpasagnakvöld í Rauðahúsinu á Eyrarbakka í gærkvöldi. Og ég var bara eiginlega fegin að það var bjart þegar ég keyrði einn heim sko. Það var bara hálf skelkaður. Já. Mikið ríkjandi spenna. Það var ríkjandi spenna og alls konar óhugulegheit. Já. En svo er margt framundan, eins og ég segi, klukkan 8 í kvöld í Tryggvaskóla. Og margt í gangi í dag, það er opið víða á svefn og sýningar og stimpilleikurinn, gaman saman sem fjölskylda, vegabréfaleikurinn, hann er í fullum gangi og það er ýmsir viðburðir í boði í dag, það sem er hægt að fá stimpil. Þannig að ég hveti alla til þess að nýta sér það. Og nú það er opið til dæmis hjá Viss á vinnustofunni fyrir fatlaða. Já. Í dag á milli 1 og 3. Alltaf gaman að kíkja þangað. Skemmtileg starfsemi sem er í gangi þar. Já, og þessar svona handverkssýningar opnar og hópið að byggðasafninu og bara heilmikið að vera. Mikið tónleika. Já, tónleikar og myndlistasýningar, ljósmyndasýningar og myndlistasýningar á hótelinu til dæmis. Þannig að það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi sko. Við það að kíkja í vinnustofur og fleira svona sjá hvað fólk er að bardúsa. Já, og svo er náttúrulega fyrir þá sem vilja setjast niður og fá sér popp og eitthvað að drekka, þá er þessi sunnlenskir kvikmyndadagur. Já, það er mjög áhugavert. Það eru marga myndir í boði og þetta er nokkra sýningar og það er alveg hægt að eyða góðan tíma þarna og horfa á þessar áhugaverðu myndir sem allar hafa einhverja svona tengingu hérna við Suðurlandið. Það er hann Gunnar Sigurgeirsson sem að stendur fyrir þessu 3. árið í röð. Já, og þetta hefur fengið hérna góðar viðtökur. Það er Selfoss bíó, það er að kynna sér allt. Já, dagskráin er þar og hún er líka prentuð eintaki af prógrami fyrir voru í Árborg sem hafa komið hér í öll hús. Já. Og einnig á netinu. Og síðan á morgun þá heldur nú bara fjörið áfram. Það eru áfram tónleikar og sýningar og þess aftar og sérstaklega langar með að minnast á tónleika sem eru klukkan 5 á morgun í kirkjunni á Stokkseyri. Það sem að Þorvaldur Halldórsson syngur hluta sínum þekktu lögum. Á sjó. Nákvæmlega, þú nærði þessu. Já. Og svo hún Karítas Harpa sem er nú aðeins með skærari rödd. Já, örlítið. Hún syngur líka. Og svo er náttúrulega sjálfur Björgvin Halldórsson á Hvítahúsinu. Já. Á laugardagskvöldið. Þú þekkir hann. Ég þekki hann aðeins. Já, þekkir hann aðeins. Þannig að það er margt í gangi og þetta heldur áfram á sunnudaginn líka. Stimpilleikurinn í ganga á Ingólfsfjall til dæmis. Já. Þar færðu stimpilið og mætir og gengur fjallið. Talandi að ganga á Ingólfsfjall, þá var hann Ragnar Sigurjónsson hérna á Flóanum í viðtaliðan og það er ljósmyndaklúbburinn Blik sem er með sýningu á hótelinu og þar er Raggi með eina mynd sem er í andirinu þegar þú lappar inn. Já. Og þar lappar eiginlega á fjallið. Já, það er nú bara fínt. Bara mjög einfalt. Geta gert það sem er ekki fyrir svona bröst í einhverjum skriðum. Nákvæmlega. Já. Þannig að ég bara, hveti alla til að kynna sér dagskrána. Það er svona
á sunnudaginn kannski svona stóri dagskrárliðurinn opin æfing á sagamúsík í gamla frystihúsinu Eyrarbakka. Já. Það Valgeir Guðjónsson sem þar og Ásta kona hans. Já. Og hann var að senda frá sér disk. Já, fuglana. Einmitt, hann mjög upptekinn á fuglunum en ekki skrítið. Hann nú búsettur rétt við Fuglafirðilandið á Eyrarbakka. Þannig að hann getur talað bara við þá. Hann hlýtur að gera það alla daga. Já, gera það alla daga. Ekki spurning. En það eins og sé, allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ég ætla ekki að telja þetta allt upp. Þetta allt og langt mál til þess. En það mjög aðgengileg dagskráin bæði á netinu og allir að vera búin að fá þetta heimdi sín. Hér í Árborg. Akkurat. Og bara að gera njóta og rölda á milli staða og setjast svo niður og fá sér kaffibolla og rúnstykki einhvers staðar á leiðinni. Það víða kaffihús og opið fyrir þess aftar. Hitta fólk og hafa gaman. Já. Það númer 1 og 3. Það einhverja framkvæmdi núna framöndan við Eyraveg og Kirkjuveg. Heldur betur. Hvað á að fara að gera? Maður minn. Það á nú að grafa í sundur Eyraveginn og vegna þess að það þarf að halda áfram þar sem að fara hefur verið horfið á liðnum árum við að endurnýja Eyraveginn, lagnir og þess aftar. Það búið sem sagt að taka neðsta hlutan sem alveg niður undir Kirkju þar. Já. Og það búið að taka hinn endan, fjær endan á götunni. Já. Miðkaflinn eftir og til þess að geta haldið áfram þá verður að byrja því að tengja við rörin sem sem sagt norðamegin eða Kirkjumegin við Menam og þar. Þannig að það verður að byrja því að grafa í sundur gatnamótin sem þýðir auðvitað það að umferð þér á Selfossi hún verður fyrir talsverðum truflunum. Það raskast aðeins því að Eyravegurinn hann verður lokaður. Það verið að skoða það hvort það verður hægt að halda honum opnum fyrir eina akrein á einhverjum tímum og það verður reynt ef þessi nokkur kostur en það ekki alveg að það sé hægt og það alveg vitað á ákveðnum tímapunktum í þessu verki þá ekki hægt að halda neinu opnu. Já. Því þetta alveg gríðarleg súpa af lögnum sem maður þarf að leggja þarna í réttri röð og það tengingar ekki bara þvert yfir Eyraveginn til að tengja Kirkjuveginn, heldur síðan tengingar með Eyraveginum í kross bara, þannig að það á öllum hornum eru tengingar, þannig að þetta flókið verkefni, en við með góða verktaka sem voru í samskonar verkefni fyrir okkur fyrir 2 árum þegar var verið að endur gera Tryggvagötuna með sama hætti og þurfti að loka Austurveginum þjóðvegi 1 og þeir kunna þetta og þeir eru flinkir. Það gekk nú alveg. Það gekk mjög vel en þetta tekur tíma og þetta eru truflanir og það ekki, þetta hefur áhrif á marga. Þetta hefur áhrif á þá sem eru í rekstri akkurat ofan í þessu framkvæmdasvæði. Já, akkurat. Sem verða þarna með ónæði af þessu allan tíman. Þetta hefur áhrif fyrir þá sem eru með rekstur neðar við Eyraveginn og í Gagnheiðin og víðar. Já. Þar sem þeir sem ætla að nýta sér þá þjónustu þurfa að fara aðra leiðir og þetta veit ég alveg að innanbæða fólk það finnur sér bara sína leiðir og gerir ekkert engar ellur þessu en svo eru margir að sækja þjónustu hingað sem eru að koma utan að og eru kannski ekki alveg með gatnakerfið á Selfossi á hreinu þó þetta sé nú ekki eins flókið eins og í New York eða London en það menn þurfa svona aðeins að hugsa þegar að greiðasta leiðin ekki opin. Já, en með stækkandi samfélagi verður þetta aðeins flóknara. Já, en það verða mjög vel merktar hjáleiðir. Já. Og þetta líka ónæði fyrir þá sem búa við hjáleiðirnar. Þeir sem búa við þær götur fá miklu meiri umferð yfir sig þessa daga heldur en þeir eiga að venjast. Og mig langar bara að biðja alla sína mikla tillitssemi og við heimamenn ég held við sem getum við bara reynum að hjóla og ganga ef við þurfum að vera að fara mikið á þessu svæði. Já, það nú aldrei hægt að hjóla í Árborg. Heldur betur það nú hægt, allt flatt og nú bara alveg að byrja með að segja hjólaði vinnuna átakið og allt þetta, þannig að ég held að það sé bara gott að fara að æfa sig og taka þátt í því. En mér sýnist á öllu samkvæmt kortinu sem inn á árborg.is að lokunin á sér stað þetta rétt við hótelið eða ekki? Já, þetta bara, lokunin bara alveg við gatnamótin. Þannig að þú getur, ef þú ætlar að komast á hótelið eða í verslanirnar sem eru þarna við eins og Kastalinn og Gleraugnabúðin og þetta, þá kemst alveg venjulega leið bara úr hringtorginu og inn á Eyraveginn og það verður gengið þannig frá að þú getur snúið við þar það eigar í dag en hún verður einhver tekið niður eða gerð akstursleið yfir hana þannig að þú getur snúið við áður hún kemur á framkvæmdasvæðinu sem bara alveg við tónlistaskólan og Menam og þar á horninu Það er mikið að kynna sig þetta Já, endilega og vera bara tillitsamur, þolinmæði að vera sína tillitsamur, þolinmæði og muna að þetta gengur allt yfir, þetta tekur enda það verður, þetta óheppilegu tími til að gera þetta svona upphafi sumars, það mikið trafík í sérstaklega eins og húsasmiðin og fleiri staði þarna við frá en það ekki hægt að gera þetta hausti til því að
þetta er síðan þetta er heildarverktíminn á öllu verkinu 4 mánuðir. Það er ekki hægt að grafa hér upp heilu göturnar og eiga þá hægt að það verður þannig allan vetur. Já, en þetta mun byrja núna 24. apríl, Já, ekki? þetta byrja 24. apríl og það hámarkstíminn að þessu eru 6 vikur, vonandi bara skemur. Nákvæmlega. Ásta, takk fyrir þetta og eigðu góða helgi. Já, takk fyrir.